Já, Axel Pétur Axelsson hérna á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla þjóðarmorðin og stríðsglæpina á Gaza-svæðinu. Það er orðið svolítið gott að hafa fjölmiðla eins og Vísir sem referenspunkt, af því þeir eru greinilega fjölmiðla á vegum Rothschild fjölskyldunar og þeirra sem að vinna að þessum voðaverkum hana. Og forsætisráðherra Ísraels er að segja að þetta sé réttmætt, ekkert stríð réttmætara en þetta. Og hérna er rakin einhver vitleysa upp úr kallinum. Og síðan sjáum við kannski blogginn. Ég er nú bloggari og fell nú sennilega undir þessar skýrgreiningar, en fer bara allt í vitleysu, sko. Þessi umræða er alveg gaga. Og það eru náttúrulega nokkrir ónafngreindir sem eru náttúrulega bara til þess að sitja umræðinni í vitleysu, sko. Þú eru fólk sem vill ekki einu sinni koma fram undir nafni. Og reyndar er ótrúlega mikið af góðu fólki sem að vill reyna að stöðva þessi gegndarlausu barnamorð og morð á óbreyttum borgurum. Og ég hef sagt að mótífin fyrir þessu eru svo augljós, sko. Fyrir utan alltaf þetta fólk, stjórnvöld og stórir hópar af fólki í Ísrael hefur tapað vitglórunni, sko. Það er mínu mati, ég náttúrulega ekki geðlæknir, þannig að mitt mati er bara eins og það er. En hérna kemur fram að Ísrael er búin að veita fyrirtæki sem er tengt Dick Cheney. Við vitum að hann er valdamikill maður í Bandaríkjunum og er inngróinn í hernaðarkomplexin. Að hans fyrirtæki hefur fengið leyfi til að leita að olíu og gasi á Gólanhæðunum eða á þessu svæði. Og við vitum að þetta fólk sem að býr þarna hefur gríðarlega mikil réttindi úti fyrir ströndinni og víðar. Að fólkið á Gaza hefur töluverð réttindi, olíu og gasréttindi, og það hafa nú undanfarin hvað hafa margar milljóna manna verið drepnir, eða tugir ef ekki 100 milljóna fyrir olíu. Ég mun setja linka á þessa grein hérna undir. Hérna eru tekin fyrir 11 röksemdir þetta Gaza og Hamas, og við vitum það að Hamas var stofnað af Ísrael 1973 eða 1975. Og það er þetta sem segir að Gaza er ekki hertekið af Ísrael. Það er náttúrulega augljós lygi, því að í Gaza fólki kemst ekkert, Palestínumenn á Gaza komast ekkert, hvorki með flugi á sjó eða landi. Þeir eru fastir þarna. Og það er nánast skýrgreining á hernámi, þótt að fólk sé haldið í útrýmingabúðum, þá breytir það ekki neinu, sko. Það er mátt nota sömu rök í helförni í seinni heimstyrjöldinni, að fólkin sem var inni í útrýmingabúðunum, það var alveg frjálst innan útrýmingabúðana. Innan gataverkskýringuna var þetta fólk alveg frjálst. Og þó það hafi síðan verið tekið og drepið, þá var það samt alveg frjálst, alveg þangað var drepið. Það að Ísrael vilji vopnahlé en Hamas ekki er augljós lygi. Hamas, og fyrir utan það þá stofnaði Ísrael Hamas, þannig að þetta er nú eins og semja við sjálfan sig svolítið. Og þið getið bara lesið þessi rök hérna. Ísrael ólíkt Hamas
ræðist ekki á óbreytta borgara. Þetta búið að afsanna. Við sáum að 4 drengir í fótbolta á Strönd, þeir voru sprengtir í loft upp. Við höfum séð myndir af því þegar fólk að hlaupa frá heimili sínum, þá það drepið ýmist með leyniskittum eða með bara hreinlega eldflögum líka. Þannig að þessi lygi stenst ekki heldur. Að Hamas eini sem eru sekir af stríðsklæpum. Það svipað að segja að fangarnir í útrýmingabúðunum hefðu verið að stunda stríðsklæpi. Það alltaf stenst enga skoðun. Hamas notar óbreytta borgara sem mannlega skyldi. Það engar sannanir fyrir þessu. Og við höfum séð töluvert af myndum og gögnum þar sem að Ísraelsmenn að nota palestínumenn sem mannlega varnir. Og fyrir það gleymið ekki að Hamas undir stjórn Ísrael. Þannig að þeir eru bara að tala við sjálfan sig þegar þeir eru að tala um Hamas. Og þeir eru að tala að þetta, það alltaf að breytast sögunar það að hverju þessi átök núna byrjuðu. Munið þið fyrst var þetta sagan þessa 3 unglinga sem voru drepnir, ísraelsku unglinga. Og síðan hefur komið fram að ISIS hefur lýst yfir ábyrgð á þeim verknaði. ISIS eru líka mjög góði vinir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna og alla þessara vitleysinga. Og síðan var sagt að þetta væri að því að Hamas hefði skotið svo mikið eldflögum og það voru nefndar 2000 eða 3000 eldflögar. Og þetta Rothschild drullugengi fellur alltaf í þá gildur að ljúga á mikið. Ég skora á ykkur að horfið aðeins á þessi göng sem að Hamas hafa gert inn á Gazasvæðið og að þeir hafi flutt 2000 eldflögar í gegnum þessi göng. Og svo verið að halda því fram að þessar eldflögar séu að sama stærð og styrkleika og ísraelsku flögarnar. Sko getið ímyndað hvað mikil vinna að draga þessar eldflögar í gegnum þessu fáránlegu göng og reyna að telja fólki trúum það að Ísraelsmenn sem eru með þetta fólk inni króa veit ekki nákvæmlega allt sem að gerast þarna. Þú þarft að vera hálf heilalaust til þess að trúa þessari vitleysu. Hamas hefur aldrei hætt að skjóta inn raketum. Ég hef reynda kenningu það að Ísraelsmenn sjálfur sé að skjóta falsflagg raketum á sjálfa sig til þess að réttlæta þetta þjóðamorð. Annað þess hefur nú gerst í stríði. Og ef þið viljið fara yfir fölska fána, ég skal setja link á þetta líka. Ef þið lesið þessa sögu falskra fána þá væntanlega fáið þið svolítið aðra mynd af raunveruleikanum sem við búum í, sem upplogin og fjölmellunar íslensku Northwood, sjáðu, Operation Northwood. Og það bara falsku fáni eftir falska fána, ýmislegt í hernaðarlegum eða pólitískum tilgangi. Þannig að margir virðast ekki trúa þessu. Margir virðast ekki trúa svona hlutum þótt að sé alveg borðleggjandi að þetta stunda hægri vinstri, þetta ein algengasta hernaðaraðgerð. Og ég ætla nú ekki að lesa þetta kannski alveg í smáatriðum. Þetta bara þetta stenst enga skoðun. Og mín skoðun í raun og veru sú að þegar að átök eru komin í svona mikið óefni eins og þarna þá ekki þetta hlusta á þessi öfl lengur, þessi stríðandi öfl. Það verður bara einfaldlega að grípa þarna inn í og stöðva þetta. Og þið sjáum meira að segja að Ísraelsmenn hafa sprengt upp skóla og byggingar sem eru undir vernd Sameinuðu þjóðanna. Og það eiginlega engar greinar eða vesen út af því að þeir hafa sprengt upp stofnanir Sameinuðu þjóðanna. Er það eitthvað sem okkur er það ekkert mál? Og endilega farið aðeins víðar heldur en á þessum heilaþvotta fjölmellum að páfagaukakyni sem að
dæla svoleiðis í ykkur lýgina. Þakka fyrir og lifið heil.